Það fyrsti liður, endurskoðun skipurits Rangárþings ytra. Ágúst, ef þú vildir fylgja því eftir. Já, ég skal gera það. Þetta hefur verið í undirbúningi allnokkurn skeið að endurskoða skipuritið bara með að við hvernig mál hafa þróast hjá okkur og nú komið að því að leggja fram bara tillögu. Við höfum farið yfir þetta eða ég hef farið yfir þetta með forstöðumönnum og sérstaklega og sér í lagi þeim reyndar sem þetta snerti hvað mest þannig að og þessar tillögur hafa tekið aðeins breytingum til einföldunar frá því sem var nú líklega lagt fram hér fyrir nokkuð síðan líklega á hreppsráðsfundi á síðasta kjörtímabili svona drög að endurskoðuðu skipuriti en hérna tillaga sem að við erum bara ánægð með og viljum bara leggja til að verði samþykkt og þá þetta sett upp sem auðvitað undir sveitarstjórn og undir stjórn sveitarstjórnar þessi 4 svið og þar sem að málefni okkar eru og þetta reynt að setja þetta þannig upp að það séu helstu svona á þessari yfirlitsmynd fyrstu að það eru svona helstu mál tiltekin og síðan hvaða svið tengist þá mest hvaða nefnd eða stjórn í byggðasamlagi eða einhverju ráðum sem við erum með. En myndin samt sett þannig upp að þetta svokölluð flétta þar sem við erum með málaflokkana í þessum gráu kössum hægri hlið og síðan eru þessi svið sem eru í rauninni að þjónusta alla þessa málaflokka. Þetta er til þess að bara undirstrika það að þetta er vissulega reynt að setja þetta fram sem skýrt skipurit en einhvað síður þá eru öll okkar svið að fást við alla málaflokka einhvers staðar. Því að þetta eru bara þjónusta við þessa málaflokka. Síðan, þetta sem sé fjármála- og stjórnsýslusvið, eigna- og framkvæmdasvið, skipulags- og umhverfissvið og fjölskyldusvið. Nú það þannig að þetta ekki endilega mönnuð svið, þannig sé það ekki endilega einhver sviðstjóri eða þess áttar, þetta bara undir okkar sameiginlegu stjórn. En reynt að setja þetta fram svona sem eðlilega flokkun á viðfangsefnum og þannig að það er ekkert breytt, það getur menn geta verið að vinna við fleiri en eitt svið í sjálfu sér. Það er ekkert niður njörvað þannig nema þá bara gegnum starfslýsingu og þá sem er að vinna við þetta. Og síðan bara listi yfir hvert og eitt svið, þá fjármála- og stjórnsýslusviðið og við tekið sem dæmi, þá stjórnsýsla afgreiðsla, þetta er sem hefðbundi fylgir svona sviði og fjármál og bókhald á þetta og síðan erum við með eitt kassa sem við erum með tillögum að kalla sem sé stefnumótun og markaðsmál. Eins og við vitum að þá engin sérstök mönnun hér, þetta bara við hjálpumst að í þessu. En aftur á móti þá megin þungi skrifstofuhaldsins okkar að sinna þessum 2 málaflokkum hér. Nú síðan það sem að kalla fjölskyldusvið og þá erum við með félagsmálin og við erum með fræðslumálin og íþrótt- og tómstundamál. Í félagsmálunum þá erum við með félagsþjónustuna sem byggðasamlag, sinnir þessum þætti mestum hluta fyrir okkur. Í fræðslumálunum þá erum við sömuleiðis með skólaþjónustu sem byggðasamlag líka og síðan skólarnir okkar bara, grunnskólarnir og leikskólarnir, tónlistarskólinn, nú bókasöfnin. Og kemur þá inn fræðslunefnd sem tilheyrir þessum flokk hér. Sömuleiðis íþrótt- og tómstundamál, það eru íþróttamiðstöðvarnar og það sem snýr að íþróttafélögum og félagsmiðstöð, íþrótta- og æskulýðsnefnd þá hér undir þessum lið. Gjör svo vel. Bara smá ábending að breyta þá í samræmi við samþykktir. Tómstundanefnd. Ég bara sá það akkurat núna. Það var að lagfæra það. Skipulags- og umhverfissvið, þetta auðvitað að stærstum hluta skipulags- og byggingamál.
skipulags- og byggingafulltrúi. Það er í rauninni þessi kassi hérna og hlutar af þessu hér líka, en þetta er flokkað samt upp með þessum hætti bara til þess að því að þetta er auðvitað þannig að þetta getur verið sveigjanlegar áherslur á hverjum tíma. Stundum eru kannski meiri áherslur á umhverfismál og í annan tíma áhersla á fjarskiptamál og slíkt. En megin þungin hér er auðvitað bara skipulags- og byggingamál í heild sinni. Og síðan þá að lokum hérna sem er okkar stóra svið, það er eigna- og framkvæmda sviði, þar sem eru fasteignirnar okkar og viðhald þeirra og síðan þær framkvæmdir sem við stöndum í. Og eðli málsins samkvæmt að þá þykir rétt að deila þessu aðeins meira upp þarna, þar sem þetta eru mjög skýrar einingar. Við erum með þjónustumiðstöð, við erum með fasteignir, þar sem er eignasjóðurinn og hérna stjórn húsakynna og þessara fasteigna félaga sem við erum þáttakendur í. Og síðan Vatnsveitan sem er sameiginleg verkefni með Ásarhrepp og það er sömulegist á stjórn Vatnsveitunar. Tengsl við hana og vinna fyrir stjórnina, ekki því stjórnar seta eða þess áttar, heldur sem sé bara til að sýna hvar tengingin er og síðan er það Fráveitan og loks hreinlætismál. Það var svona, í sjálfu sér mætti einfalda þetta með því að sleppa þessu hér, það er að segja hreinlætismálum og færa það yfir á aðra þætti. En það sem að þetta snýst nú ekki að deildaskipta fólkinu í sjálfu sér svo mikið heldur bara verkefnunum að þá finnst mér skýrara og okkur að hafa það sérstaklega þarna sem sérstakann flokk. En það kemur það náttúrulega mjög stórum málaflokki hjá okkur sem er sorpstöðin og sem eru þetta sameiginlegt verkefni á sýsluvísu. En þetta er sem sé tillagan, þannig bara og auðvitað er það með svona skipurit að þau eru ekki meitluð í stein, þannig sé það er þetta breyta þeim bara þegar manni finnst ástæða til en samt engu að síður menn ekki alltaf að breyta þessu, það er nú reynslan sýnt. Þannig að þetta er það sem við leggjum til. Takk fyrir þetta. Gjörðu svo vel. Takk. Hérna ég er bara aðeins að spá í, ég sé að undir sumum liðum eru nefndir en öðrum ekki. Þú veist, bara eins og hérna fræðslu nefnd, fræðslum íþrótta og tómstundar nefnd í því sko. En umhverfismál, hver er umhverfisnefnd þá með það? Eða? Já, það er, hún er... Eða, og samgöngu fjarskiptamál, vantar ekki að setja nefndir að nefndir? Það er eiga að vera hérna, en við skulum bara fara yfir það. Gjörðu svo vel. Það er sem sé, það eiga allar að vera hann. Og ef það er ekki, þá bara þarf laga það. Sko, atvinnu- og menningarmálanefnd, þetta er hérna á fyrstu glærunni í rauninni. Það á að vera svona yfirlit. Atvinnu-, menningar- og jafnréttismálanefnd er hérna listuð undir fjármál- og stjórnsýslusviði. Hún er kemur þá í rauninni væri sko hér. Já. Síðan er hérna undir eigna- og framkvæmdasviði, það er þessi samgöng- og fjarskiptanefnd. Undir skipulags- og umhverfissviði, þar eiga að vera skipulags- og umferðarnefnd, hálendisnefnd og það átt að vera líka umhverfisnefnd. Hana vantar, það er bara hárrétt. Síðan hérna undir fjölskyldusviði fræðslunefnd, íþrótta- og tómstundunefnd og félagsmálanefnd. Þannig að þær átt að vera allar hérna annarkvort þá á þessu fyrsta eða þá hér síðar. Býðum nú við. Þannig að það er bara hárrétt athugað. Það vantar, hún á að vera hérna. Undir, hann bara dottið út. Yes. Nú er undir þessum lið hér. Það er bara að slengja henni þar inn, laga þetta til með þessar ábendingar. Ingi Karl, gjörðu svo vel. Já, takk. Svona helstu breytingar frá fyrra skipuriti, er einhverja stórvægilegar breytingar á skipuritinu?
Nú hefum við ekki til þess að miða við og svona. Nei, mitt, þetta er svona, ég var svara því bara beint. Ekki svo vel, Ágúst. Já, það eru breytingar á því leitinu til, sko, nú hefum við unnið bara út frá þessum hugmyndir sem voru komnar fram. Það var auðvitað skipbreyt sem gilti áður en það byrjaði og þær hugmyndir sem þá komu fram voru svolítið breytingar. Þetta var meira undir einu sviði eins og þetta var, eins og mér sýnist og þessu er aðeins dreift öðruvísi, bara í takt við hvernig verkaskipting er í þessu líka. Og ég myndi segja að breytingin á þessu meðan við það sem var síðast kynnt á síðasta kjörtímabili sem við sáum náttúrulega aldrei formulega þannig síðan. Það er það að við færum öll mál sem að tilheyra afgreiðslu, skjalavörslu, símsvörun og slíku undir fjármála á stjórnsýslusvið. Það var undir eða tillegum að hafa það undir skipulags- og umhverfissvið. Og það er eðlilegra bara held ég, í öllum opinberum fyrirtækjum í það minnsta, þá er þetta undir skrifstofunni þannig síðan. Nú síðan eru breytingar aðrar, eru fyrst og síðast það að það er tilfærsla hérna á milli sviða yfir á eigna- og framkvæmdasvið. Það er að segja, það var aðeins svona í þessari fyrri tillögu, það voru reyndar sömu hlutirnir á fleiri en einu stað sem að, ef maður fyrir að hugsa það betur, þá er það nú ekki gott en þess að maður vil sjá bara allavega einn stað þó að þetta kom inn á fleiri svið í sjálfu sér. Þannig að maður átti að sjá hvert maður á að leita fyrst allavega. Og það var aðeins það að verklega framkvæmdir voru listaðar annars staðar. Eða allavega þurfti að skerpa orðarlegið, að það væri þá að ræða skipulag verklegra framkvæmda, skipulag fráveitu og slíkt. Þannig að það er hinbreytingin stóra. Að skerpa á því allt sem eru framkvæmdir og slíkt, að það fer bara undir eigna og framkvæmdasvið. Sortera þannig út. Og síðan er breyting líka að það er þessi nýji kassi hérna, stefnumótun og markaðsmál, hann var ekki til. En það eru alltaf mjög mikilvæg verkefni sem að þó svo við séum ekki með mikið af fólki að sinna þessu þá þurfum við að hjálpast að við það. Hvort sem það eru kynningamál eða stefnumótun fyrir sveitarfélagið í ýmsum málum. Takk fyrir það. Er það sem þið viljið ræði þessu? Kannski, það er náttúrulega stefnumótun og markaðsmálakassa og við kannski séum ekki með ráðin starfmann í það, þá verðum við náttúrulega að kaupa og mikla vingil þessu. Einmitt. Á markaðstofinu og viðar. Já. Takk fyrir það. Fleiri? Ef svo er ekki, þá ber ég tillöguna upp til samþykktar með þeim ábendingum sem fram hafa komið og við erum sammála að betur færi. Og það er tillaga það að fela sveitarstjóra að taka til endurskoðunar ráðningarsamninga þeirra stjórnenda sem þetta snertir í samhliða því að þetta er samþykkt svo að þetta harmoneri nú allt saman. Og þeir sem að geta samþykkt það, gefið merki. Það er samþykkt samhljóða.